fljótt að þjálfarinn treysti mér, sko. Þannig að þá var bara að standa sig og svo var ég náttúrulega líka baráttu hundur og gusta aðeins mann alltaf, sko. Við fengum alveg svona hálft tímabila sem að við þurftum bara að spila nánast alla leikina, sko. Þessu tímabili kemur restin af þessum árgang bara inn í lið, bara flestir inn í byrjunarlið, sko. Ég man að ég sá einhvern gamla leika sem við spilum út í Víkingum, sko, og þeir eru með allt gamla settið inn á, sko, Gumma Gumm og Friðleifs. Já, þessar strákar, sko, það voru náttúrulega Valur Víkingur á þeim tíma og voru rosa leikir, sko, af því að við vorum ekki með þyngdina til þess að spila einhverja 6-0 vörð, sko, þá lét topp okkur spila bara eiginlega maður og mann vörð, sko, og þessi leikur var algjört, við vorum næstu bara að vinna þá, sko, en við vorum bara í rauninni með annarflokksliðið inn á, sko. Heldur þessu bara í kaos? Já, þetta var svolítið svoleiðis, en mjög skemmtilegt og lært á sitt, sko. Hvernig týpa var Þorbjörn Jensson þjálfari? Hann var algjör klettur, sko. Klettur fyrir okkur alla, hélt rosalega vel utan hópinn og já, af því að við vorum að koma svona margir ungir inn, sko, þá var hann svona í pappa hlutverki, sko, líka. En svo þurfti hann að sjá líka til þess að eldri menninir eins og Geir og Valdi og Kobbi og Júli og þeir, sko, þeir myndu líka vera í takt, sko, við þessa ungu pjakka, sko. Þannig að já, hann var alveg gott, sko, og fylgdi okkur mjög lengi, sko. Við tókum ungir inn í meistaralokin og svo eftir allan árangurinn hjá Val þá tekur hann við landsliðinu, þannig að við erum áfram hjá honum þar. Hann á rosalega stóran þátt í mótunarárum í þessu. Hann ekki í hína. Þú talar þetta kom inn í lið þar sem eru óbúrslega reyndi leikmenn og landsliðsmenn í hverju stöðu. Hvernig tóku þeir í? Þeir tóku vel á móti okkur.